Ok, við ætlum að tala aðeins hvernig maður finnir eigingildi og eiginvíra fyrir fylki A. Nú, ef það til tala lambda, náttúrulega skipta aðeins yfir í penna hérna og sjá. Ef til tala lambda sem raumtala og vigur x sem í r-jænta, sem n-staka vigur með raumtölum, fyrir eitthvað fylki A sem í r í n cross n, sem n sinnum n fylki sem fullt af raumtölum, þannig að þessi hér jafnast uppfyllt, að a sinnum x rétt á lambda sinnum x, þá kallast lambda eigingildi A með tilsvarandi eigin vigur x. Þannig að ég finn fylkið A, fæ eitthvað fylkið A og reyna að finna x og lambda, þannig að þessi hér jafnast uppfyllt. Nú, þetta gerum við, látum okkur sjá. Til að finna eigingildi þá leysum við ákviðan af a mínus lambda í n rétt á 0, í n einingafylkið. Við sem sagt þegar við leysum þessu jöfnu þá erum við að reyna að finna lambda og það þá eigingildið. Og svo til að finna eiginvigur þá leysum við jöfnuna a mínus lambda í n sinnum x vigurinn rétt á 0 vigurinn. Þá ætlum við semst að finna x og þá gerum við þetta fyrir hvert einasta lambda sem við fundum í skrifinu undan. Skulum pröfa að skoða þetta með að reikna nokkuð dæmi. Nú, við erum beðum að finna eigingildi og eiginvira fyrir fylkið A sem svona 0, 0, 0, 2. Til að finna eigingildin þá leysum við jöfnuna ákveðan af a mínus lambda í 2 vegna þess að a því svo 2 fylki í eftir 0. Þetta hér á að vera eftir 0. Nú, sjáum hvað gerist þegar við drögum lambda í 2 frá a. A fylkið mitt 0, 0, 0, 2 og ég dreg frá lambda sinnum einingafylkið 1, 0, 0, 1. Þetta einingafylkið þegar ég í 2 sinnum 2 fylki. Og séðu lambda margfaldast hérna á hver stakk fyrir sig. Lambda 0, 0, lambda og þegar maður dregur 2 fylki frá hver öðru þá þurfa þetta að vera jafn stór og maður þá draga hvort stakk frá hverju. Þess að 0 mínus lambda hérna með öðrum orðum og 0 mínus 0 hér, 0 mínus 0 hérna og 2 mínus lambda hérna. Þannig að það sem stendur hérna inn í sviðunum er basically dragðu lambda frá hornalínustökunum og reiknaðu svo út hvenær ákveðin er 0. Þannig þetta hér, þessi jafnar jafngildi að segja ákveðna mínus lambda 0, 0 og 2 mínus lambda, hvenær er þetta eftir 0. Nú það gerist þegar mínus lambda sem 2 mínus lambda er eftir 0, sem markvaldum þennan með þessum og drauga frá þessi markvalda með þessum. Og hér er hægt að lesa bara svarið út. Lambda er þá 0, kallum það lambda 1 og lambda 2 er 2. 2 og 2 fylki hefur 2 eigingildi, alltaf. Þó að eigingildir getur reyndar alveg verið sama talan hérna, lambda 1 og lambda 2. Og það skiptir engum máli hvor við kallum hvað, lambda 1 og lambda 2, þetta er bara einhver nöfn. Þannig að helmingurinn af verkefninu er búinn, við erum búin að finna eigingildin. Nú leysum við svo út fyrir, finnum sem sagt einveruna. Þá ætlum við að leysa jöfnuna a mínus lambda í 2 sinnum x er eftir 0 fyrir hvert einasta lambda. Þannig að ég byrja á ef lambda er eftir 0, lambda 1 sem sagt. Þá fæ ég jöfnuna 0, 0, 0, 2. Ég dró 0 frá hornalínustökunum, gerst ekki neitt. X y er eftir 0, 0 vegurinn. Og segja nú þegar margfaldar saman efstu lína með dálkinu þá fæ ég bara 0 er eftir 0 og það er alltaf rétt, alveg saman hvað x og y eru. Og í næri línu stendur 0 sinnum x plus 2 sinnum y er eftir 0. Þannig að hér sjáum við berlega að y á að vera 0 og x má þá vera hvað sem er. Þannig að fyrsti eiginvegurinn er til dæmis 0 og 1. Nei, fyrir ekki, 1 og 0. Hér má í rauninu standa hvaða tala sem er. Einingavegurinn er sem sagt ekki ótvírætt ákvarðaður, en ef við látum bara einhverja tölu vera hér og 0 hér, þá erum við komið með einvegur. Og við getum skulum pröfa hvort þetta sé rétt. Fylki mitt sinnum eiginvegurinn á að vera jafnt og lambda mitt sinnum eiginvegurinn. Þá er það eigingildi einvegur ef þessi jafna var uppfyllt. Og hér ef við markvöldum saman efstu línuna við dálkinina fáum við 0 og 0 og fáum aftur 0 hér. Við fáum bara 0 vegurinn fyrirgefið. Þetta er 2 vegur
og þetta er tvisvar 1 vigur, þetta er tvisvar 2 fylki og þetta er tvisvar 1 vigur, þessi passa saman, það er hægt að markvaldi saman og út kemur tvisvar 1 fylki, kemur 0 vigurinn og 0 sinnum þessi vigur er líka 0 vigurinn. Þannig að við sjáum að þetta gengur upp sem lausn. Þá pröfa ég að reikna út þegar lambda 2 er 2, þá tek ég aftur fylki mitt A og dreg 2 sem sagt frá hornalínustökunum. Úps, skulum fara okkur aðeins upp hérna. Þannig að ég segi breytum aftur hérna. Við segjum -2, 0, 0 og 2 minus 2 x y er jafnt og 0, 0. Munið fylki mitt var 0, 0, 0, 2 og ég dró 2 frá hornalínustökunum hérna, 2 frá báðum þessum. Og við leysum þessa jöfnu og sjáum við í henda okkar að efsta línan gefur mér að -2x segja að vera eftir 0 sem segir okkur x er að vera 0 og neðsta línan segir okkur bara að standi 0 eftir 0 þannig að það má vera hvað sem er, uppslá má svo vera hvað sem er. Þannig að P2 þá verði ég að hafa x-stæki sem 0 og uppslánstæki má vera hvað sem er, ég vel mér 1. Svo prófum við lausnina, aðtum hvort það sé rétt. Fylki mitt A sinnum einvegurinn á að vera jafnt og eigingildið sinnum einvegurinn. Og við reiknum hérna hægri hliðina fyrst, það stendur 0, 2 vegurinn og reiknum vinstri hliðina að fæ 0, 0 sinnum 0 pluss 0 sinnum 1, það er 0 og 0 sinnum 0 pluss 2 sinnum 1, það er 2. Þannig að þetta stemmir líka sem eigingildi og einvegur. Þannig að svara okkar er, við erum með eigingildi 0 og 2 og við erum einvegurina 1, 0 og 0, 1 og við erum að muna para þá rétt. Það er ekki hægt að setja inn í þessa hérna jöfnu og nema lambda og hérna eigingildi og einvegurinn sé parað rétt hérna. Þannig að þetta hér, þessi hér einvegur tilheyrir þessu hérna eigingildi og eins þetta hér, þessi hér einvegur tilheyrir þessu hérna eigingildi. Pröfum eitt að miðbót. Finnum eigingildi og einvera fyrir fylkið A er jafnt og 1, 2, 0, 2, 1, 0 og 0, 0, 1. Svo stendur hérna. Og við sjáum, nú erum við með 3 fylki og það þýðir við munum fá 3 eigingildi og 3 einvera. Nú, við byrjum á að finna eigingildin, við leysum að ákveðan af A minus lambda í 3, þetta er 3 einingafylkið, A er jafnt og 0. Við ætlum að byrja að reikna bara út vinstri hliðina. Og sjáum, ég dreg sem sagt þetta hér þegar ég dreg lambda frá hornalínustökunum, ég dreg lambda frá alls þar hérna og ég fæ fylkið 1 minus lambda, 2, 0, 2, 1 minus lambda og 0 og 0, 0 og 1 minus lambda. Nú, það var ein setning sem sagði okkur að ef að við reiknum ákveðuna fylkinu A, þá fáum við það sama ef við myndum reikna ákveðuna af fylkinu A bild og það hjálpar okkur kannski ekki rosalega mikið hérna en við getum líka ákveðið bara hér að fara eftir hvaða línu eða dálki sem er. Við þurfum bara að muna þegar við tókum ákveðum að fara eftir efstu línu þá sagðum við pluss þessi sinnum ákveðan sem við erum eftir því að búin að strika út allt sem er línu við hann mínus þessi sinnum ákveðan sem er búin að strika allt sem er línu hann og pluss og þessi alltaf pluss og mínus til skiptis. Basically var reglan þannig við þurfum að taka pluss, mínus, pluss og hérna pluss, mínus, pluss og mínus, pluss, mínus og pluss, mínus, pluss. Þannig að við höfum gerð þetta eftir hvaða línu og hvaða dálki sem við viljum. Ég ætla að velja mér að því að þessi hér er með svo mörg 0 ætla að velja mér þennan dálk hérna. Þá segi ég 0 sinnum ákveða bla, skiptir ekki máli að það verður 0 mínus 0 sinnum ákveða eitthvað sem skiptir ekki máli að því að það verður 0 pluss 1 minus lambda sinnum ákveðan af allir því sem er eftir því að búin að strika út það sem er línu þetta hér. Þannig að þá fæ ég 1 minus lambda, 2, 2 og 1 minus lambda. Sér svona. Nú er bara ein ákveða, 1, 2 og 2 ákveða sem ég þarf að reikna. Þannig að ég segi þetta er 1 minus lambda sinnum 1 minus lambda sinnum 1 minus lambda. Það verður 1 minus lambda í öðru. Mínus 2 og 2, mínus 4, sér svona. Og þetta er jafnt og 1 mínus lambda, við reiknum på svegarum hérna,
fáum lambda í öðru mínus 2 lambda pluss 1 mínus 4, sem er mínus 3. Og þá sjáum við að þægilt að þátt að það sem er inn í sjöðum hérna. Ég er með 1 mínus lambda, ég er með lambda mínus 3 og lambda pluss 1. Og þetta á að vera jafnt á 0, það er ákveðan hérna, þannig finnum við eigingildin. Þannig að ég sé að ég er með 3 eigingildi, lambda 1 er 1, lambda 2 er 3 og lambda 3 er mínus 1. Ok. Þá er ég komið með eigingildi mínu öll og ég þarf að finna eiginvígur fyrir hvert einasta af þessum eigingildum. Og þá reiknum við. Ef lambda 1 er jafnt á 1. Munið til að finna eiginvígra. Þá þurfum við að leysa a mínus lambda í n sem x er jafnt á 0 vegurinn. Og það sem ég seti inn lambda hérna. Þannig að ég segi sem sagt a-fylki mitt, það er þetta hér, þar sem ég er búin að draga lambda frá hornalínustökunum hérna. Og ef ég dreg 1 frá hornalínustökunum þá er ég bara með 0 alls þar, þannig að ég er með fylki 0, 2, 0, 2, 0, 0 og 0, 0, 0, sé svona. Svo er ég með vegurinn minn sem er það 3 staka vegur, á er eftir 0 vegurinn. Og hvaða lausnin hefur þetta? Já, því ég margfaldar saman hérna efstu línuna við dálkinn, þá fæ ég 2 uppslónir eftir 0. Svo margfaldar ég næstu línu, þá fæ ég 2x eftir 0. Og í næstu línu stendur bara 0 eftir 0 sem er alltaf satt. Þannig að við sjáum x og uppslón þarf að bersýnilega að vera 0. En seta má vera hvað sem er. Þannig að með einingavegurinn til dæmis 0, 0, 1. Og við prófum hvort að þetta getur nú staðist sem eiginvegur fyrir eigingildið 1. Skrifum upp fylkið okkar a. 1, 2, 0, 2, 1, 0 og 0, 0, 1. Við margfaldum við vegurinn 0, 0, 1 sem er eiginvegurinn. Og þegar við reiknum upp úr þessu, þá fáum við svo mikið sem í efstu línu 0, 2 sem 0 pluss 1 sem 0 pluss 0 sem 1, það er 0 og 0 sem 0, 0 pluss 0 pluss 1, sé svona. Og þetta á að vera jafnt og einu sinni vegurinn 001 sem stendst sannarlega. Ok, hérna er eigingildi með tilsvarandi eiginvegur með tilsvarandi eigingildi. Það er bara, endurtökum við bara leikinn fyrir næsta eigingildi. Sem lambda 2 er jafnt á 3. Þá er ég að draga 3 frá öllum hornalínustökunum. A-fylkið mitt er hér. Ég dref 3 frá, það fæ mínus 2 alls þar. Mínus 2, 2 og 0, 2, mínus 2, 0, 0, 0 og mínus 2. Sé svona. Sinnum x yfirslón z vegur á er eftir 0 vegurinn. Og ég margfalda upp úr svigunum fæ mínus 2x, mínus 2 yfirslón er eftir 0. Og í næstu línu fyrir neðan fæ ég 2x mínus 2 yfirslón. Efstu línu fæ ég mínus 2x pluss 2 yfirslón. Í næstu línu fæ ég mínus 2x, pluss 2x mínus 2 yfirslón er eftir 0. Og í þriði línu mínus 2 z er eftir 0. Út úr þessu fæ ég að z verður að vera 0. Og út úr þessu hérna fyrir ofan, þessum tveimur jöfnum gefa það sama að x verður að vera jafnt og yfirslón. X og yfirslón má vera hvað sem er, svo lengi sem það er það sama. Þannig ég vel mér bara 1 og 1. Og z verður alltaf að vera 0. Þannig að þetta hér er eigingildið, eiginvegurinn sem svarar til þessa hérna eigingildis. Og við prófum lausnin okkar, við segjum vegurinn, fylkið 1, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, a-fylkið óbreytt, sinnum 1, 1, 0, og sjáum hvað kemur út úr því. Ég fæ 1 pluss 2, það er 3, ég fæ 2 pluss 1, það er 3, og ég fæ 0 pluss 0 pluss 0 sem er 0, og þetta á að vera eftir eigingildi mitt sinnum eiginvegurinn. Og sannarlega passar það. Þannig að við höfum reiknað rétt þarna. Í þetta skiptið. Við pröfum enn einu sinni og finnum þriðja og síðasta eiginvegurinn. Lambda 2 er eftir mínus 1. Kíkjum aftur á fylkið a. Það er hér. Ég dreg mínus 1 frá, ég legg sem sagt 1 við í hornalínunum, þannig að hornalínustökin verða núna 2. Það er bara akkurat í þessu dæmi sem þau eru það sama. Þau þurfu ekkert að vera það.
vildi bara svo til að þannig var fylkið okkar hérna. Skulum sjá hvort ég skrifa þetta rétt upp í jöpsu, sýnist að vera rétt hérna. Og við leysum undir þessu. Við sjáum hérna efsta línan sem í dálkurinn, það er 2x plus 2y er eftir 0. Næsta lína gefur nákvæmlega það sama og engin ástæða að skrifa aftur. Og næsta lína gefur 2z er eftir 0. Þetta tvistar allt hérna í A-fylkinu mínu. Ok, þannig að kvöðin er að z verður að vera 0 og alltaf 0 og ekkert annað. Og x verður að vera mínus y. Þá fáum við 0 hérna. Þannig að x og y má vera hvað sem er, bara x eftir mínus y. Þannig að ég vel mér til dæmis 1 og mínus 1 og þá setja alltaf 0. Ég kalla þetta P3. Þá þessi eiginvegur að vera eiginvegur svarandi til eigingildisins mínus 1. Sem stóð hérna var stríði og síðasti möguleikin hérna uppi. Þannig að við pröfum að sjá hvort að þetta sé sannlega rétt, hvort við reiknum rétt hana. Segjum, afsakið, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Þetta er A-fylkið mitt óbreytt. Sinnum eiginvegurinn og reiknum bara út úr þessu, fáum 1 mínus 2, það er mínus 1, 2 mínus 1, það er 1 og 0 plus 0 plus 0. Svo svona. Þetta á að vera jafnt og eigingildi mitt sinnum eiginvegurinn. Og við sjáum því að margfaldamíninn hérna fáum við akkurat sama hérna. Þannig að einmitt þetta var líka rétt. Og við erum komið 3 eigingildi og 3 eiginvegra.